Þegar maður býr til nýtt spurningasett í Kahoot, þá getur maður farið í quiz sem er á forsíðu notandans og það fyrsta sem maður gerir er að gefa því nafn. Það er gott að hafa það lýsandi fyrir innihaldið. Maður fer strax í að búa til spurningar og þarna eru ýmsar stillingar sem gott er að vita af. Maður skellir fyrst inn spurningunni. Þetta er hægt að feitletra eða skáletra og setja íminnst tákn. Talandi hliðar gefur til kynna hve mörg slög maður á eftir, hve í raun löng spurningin getur verið. Og þeir mæla með því að setja annarkvort mynd eða vídeó í tengslu við hverja spurningu. Og það er mjög sniðugt að í vídeóstillingunum þá getur maður sett inn YouTube-vídeó og stillt hvar það byrjar og hvenær það endar. Þannig að maður þarf ekki að hafa allt vídeóið. Maður getur valið hvort að stig séu gefin fyrir spurninguna eða ekki sem og hve langan tíma notendur hafa til þess að svara spurningunni. Þegar maður setur inn svörin, þá getur maður valið hve mörg eru rétt. Það er hægt að hafa fleiri en eitt rétt svar og þarna er hægt að bara afrita svör og líma inn. Hægt er að hafa allt upp í 4 svör en maður ýtir á plúsin eða mínusinn til þess að bæta við og draga frá ef þörf er á. Þegar búið er að setja inn þau svör sem maður vill, þá getur maður bætt við annarri spurningu. Maður getur afritað spurninguna sem maður var að vinna ef maður er með mjög álíka spurningu, ef maður hugsanlega breytir aðeins nokkrum hlutum. Ef maður er búinn að búa til þetta spurningarnar, þá ýtir maður á vista. En hægt er að fara á milli spurninga hér neðst til vinstri. Það er hægt að búa til óteljandi spurningar en þegar maður er búinn að því þá fer maður í almennar stillingar og þarna getur maður skipt heitið á spurningasettinu. Maður er beðinn að stilla á hvaða tungumáli viðkomandi sett er og maður getur valið hvort það sé enga eða opið í public eða private eða aðeins opið ákveðnu fólki. Við erum líka beðin að velja markhóp og hægt er að gefa í lýsingu og breyta erfiðleikastiginu. Síðast en ekki síst er hægt að setja inn leitarorð sem fólk getur nota til þess að finna þetta tiltekna sett. Hægt er að bæta við mynd sem svona forsíðumynd settsins og við gerum það, finnum einhverja mynd, en einnig er hægt að bæta við vídeó sem að spilast á meðan notendur er að skrá sig inn. Við ýtum á vista og sjáum að nú erum við búin að búa þetta til, við getum farið í að spila strax, við getum breytt í edit, en það sem er mjög heppilegt er að fara í preview. Og þá fáum við upp skjá sem sýnir annars vegar vinstra megin þar sem að stjórnandinn er með á skjánum hjá sér og er að varpa upp á til dæmis skjávarpa. Þarna eru ýmsar stillingar sem hægt er að skoða, meðal annars er hægt að láta tölvuna ráða því í hvaða röð spurningarnar koma, sem og að hafa svörin ekki alltaf í sömu röð og maður hefur sett þau inn. En það sem að kemur þarna upp hægra megin er í raun skjárin hjá notandanum. Og þegar maður ýtir á launch, þá fáum við upp kóða og þennan kóða setja notendur sem eru til dæmis í snjallsímum, snjalltækjum eða í tölvunni í vafra, setja inn þennan kóða og skrifa nafnið sitt. Þá koma þeir þarna upp og þá getum við byrjað. Og við fáum í upphafi hve margar spurningar í settinu, það er bara ein núna. Hún kemur upp á skjánum hjá stjórnandanum sem og svörin. Svörin koma ekki hjá notandanum, heldur bara táknin sem eru tengd við ákveðið svar. Og notandinn velur tákn, sér strax hvort það er rétt eða rangt. Og þegar allar spurningarnar eru búnar, þá fáum við fjölda stiga. Og þegar við erum búið með settið, þá er hægt að fara inn í notanda og sjá hvernig viðkomandi gekk. Hægt er að deila settum með öðru fólki sem er skráð inn í kerfið og maður getur deilt með alltaf 10 manns í einu.